Ágætu vinir, vitnisburðurinn mikilvægur og það vita auðvitað allir kristnir menn að svo og vitnisburðurinn þeim eiginleikum geddur að hann alltaf opinberun mín til Guðs. Það fyrir opinberun Guðs til mín, ekki öfugt. En að því að hann svo stór og drottinn svo stór og hann elskar okkur svo heitt, að þá vill hann líka að ég sjái hann með alveg nýjum hætti og opinberunin gefur mér vitnisburðin sem alltaf persónulegur. Þetta mjög gott fyrir okkur að vita og skilja, því að vitnisburðurinn bara, já, hann lifir, hann blífir, hann oft öflugasta predikunin sem að getur, vegna þess að hann beint komin frá Guði til mín persónulega, og þess vegna það í raun hræðilegt, finnst mér, þegar menn trú ekki vitnisburði borin fram á þessum og hinnum, að því að hann kannski svo ótrúlegur. En þá gott að hafa það í huga að drottinn bara getur allt og hann allt í öllu og getur því bara opinbera manninu nákvæmlega það sem hann sjálfur vill. En þetta alltaf spurningin það, trúi ég. Ég get sagt ykkur til að mynda vitnisburð frá sjálfur mér auðvitað bænina. Við vitum öll mikilvægi bænarinnar og hversu öflugt vopn hún Hún keyrir í gegn það sem í hjarta mínu býr, að því að drottinn heyrir bænina mína, já mína, segðu þetta við sjálfa, mína bæn. Ég man eftir því til að mynda einu sinni, þá var ég að biðja sem oftar í kirkjunni sem ég tilheyrði þá, ég í annarri kirkju í dag. Og bænin, ég man eftir því, það var til siðs á þessum stað mikið að ganga fram til altarisins við sviðið og menn kröpu oft þar og maður gerði þetta stundum og hafði oft gert þetta nákvæmlega eins að maður kröp þarna í tröppunum sem maður voru upp á sviðið og bað. Og í þetta skipti sem ég bað, að þá var ég varla búin að nefna neitt þegar ég sá bara eldglæringar af bæninni sem ég var að biðja inn í andaheiminn og verða þar algjöra sprengingu í hennu ósýnilega í andanum og algjör glundróði komu inn í þetta afl sem þar og við veitum að illir andar og það bara, þeir vissi ekki sitt rjúkandi ráð, það var bara glundróði algjör á staðnum. Og hvað raunverulega var drottinn að sýna mér þarna? Jú, mátt bænarinnar. Bænin, hún gengur inn í andaheiminn og veldur glundróða þar. Það henni ætlað. Því að þeir eru með fullt af plönum gegn mér og okkur, þessi illu öfl, en bænin, hún brýtur þetta blað þeirra, þannig að þeir verða hætta vegna þess að þú fórst að biðja eða ég, í þessu tilviki ég, og þeir verða hætta, planið þeirra ónýtt og hvað þýðir það? Þeir verða að byrja alveg frá grunni. Þetta máttur bænarinnar og það þetta sem við eigum að bera fram. Og drottinn var auðvitað bara að sýna mér kraftin sem liggur í þessum orðum sem við vitum að bæn. Og enn og aftur sjáum við mikilvægi þess og orðheldni orðsins, að það að segja okkur satt. Við lesum í það í Biblíinu að við eigum að biðja. Við skulum bara lesa í Mattheusarguðspjalli orð sem við þekkjum öll og það svona í 7. kafla: biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, hníið á og fyrir yður mun upploki verða. Þetta einmitt það sem við eigum að gera og þetta var það sem að drottinn sýndi mér í þetta skiptið þegar ég kraup þarna við sviðið eins og við gerðum svo oft og ég hefði svo oft áður gert, en fekk þarna í þetta skipti algjör og opinberun. En
þó að ég hafi ekki áður fengið þessa opinberun og ekki reyndar upplifa neitt því líkt í kringu bænina síðan, og það eru verða nokkuð mörg ár síðan að þetta gerðist, að þá máttur bænarinnar hins sami. Guð þarf ekkert að sýna mér neitt nema einu sinni, en mitt að trúa því að þó ég sjái þetta ekki aftur eins og ég sá það þá, að þá krafturinn og aflið sama og var þá. Og að því að Drottinn hinn sami, hann vinnur þetta eins, að þá þarf hann ekki alltaf að vera að tönnlast á því og birta mér einhverju opinberanir það. Hann segir mér bara að trúa því að orðin sem hann tala standi. En að því að við erum menn, að því að við erum þeir sem að trúum stundum og stundum ekki, þá vill hann gefa okkur þessi tákn, og að þetta vitnisburður minn, persónulegu vitnisburður komið frá Guði, að þá vill hann að ég segi þér þennan vitnisburð, því að hann mun verða þér til uppbyggingar og fræðslu og hvatningar og kannski eilítils meiri skilningar á því hvað bæn. Hún þetta, hún gengur að þínu munni í krafti andans, í krafti trúarinnar, og veldur glundroða í óvinna hersveitinni, og þeir bara hlaupa í allar áttir undan þessari eldingu sem skýst þarna inn til þeirra, og planið sem að þeir eru með, svo svakalega flott, orðið ónýtt. Þeir verða að byrja á öllu til grunna. Þetta máttur bænarinnar, og þetta það sem bænin vill gera fyrir mig og fyrir þig. Og þannig bara það, elskuðu vinir. En trúum við svona boðskap? Já, við trúum honum. Vegna þess að við vitum að það Guðsmaðurinn sem talar. Og Guðsmaðurinn, sannur Guðsmaður, já, segir fólki sannleikan, ber ekki fram sinn vilja og dirfist ekki, frekar heldur en þú, að tala svona hluti af sjálfum sér. Nei, hann að tala það sem Drottinn hefur áður sýnt honum. Í því ljósi að vera góður Guð, í því ljósi að vilja vera þín megin. Hann hefur kennt þér sín orð, og mér líka, og við lásum í Matteusar Guðspjalli áðan, og við vitum þetta. En það ekki verra fyrir mig og fyrir þig að fá svona opinberun sem bara staðfestir þetta svart og hvítu, þennan kraft sem ég hefði aldrei vitað nema að því einu að Drottinn sýndi mér það. Hann sýndi mér eldglæringar og springjuna sem varð og glundróðan sem kom upp í hópnum. Bara af lítilli bæn, í raun bæn sem var svona að bara byrja að fæðast hjá mér. Ég sagði ekki neitt, en ég hugsaði þetta og ég talaði þetta með sjálfu mér á þess að nokkur heyrði, eins og við oftast nær bænin okkar en það líka heyrir Guð. Og þarna í þetta skiptið vildi hann opinbera mér hvað þetta og hann gerði það líka, og ég að segja þér það sem ég upplifði. Þarna kemur enn í ljós máttur vitnisburðarins sem við þurfum að vera uppteknari af að gefa hvor öðrum, og þú hefur heyrt þennan vitnisburð núna, og við kannski gerum fleiri vitnisburði ef að Drottinn gefur mér að muna eftir mínu vitnisburðum, og þá ég alveg til að setjast hérna niður og búa til meira. En við segjum þessu lokið í dag, og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og veit að þú fengið einhverja næringu í þitt hjarta og tilgangur ekki annar. Í Jesú nafni.